Hvað er kristniboð? Orðið sjálft felur í sér merkinguna kristni boð, að boða Krist. En hvernig boðum við Krist? Hvernig breiðum við út kærleiksboðskap Jesú til þeirra sem hafa jafnvel aldrei heyrt á hann minnst? Hverjir eru best til þess fallnir að boða Krist og hvers vegna stundum við kristniboð? Hvað er kristniboði og hverjir eru það sem geta orðið kristniboðar? Hvaða menntun þurfa kristniboðar að hafa? Kannski hugsar þú, jú, líklega er best að vera prestur eða allavega með guðfræðimenntun. Það er rétt að margir kristniboðar eru prestar eða guðfræðimenntaðir, en alls ekki allir og það er ekki skilyrði fyrir því að verða kristniboði. Guð notar alls konar fólk með alls konar menntun og kallar það til að fara sem kristniboðar. Kennarar, hjúkrunarfólk, læknar, smiðir, garðyrkjufræðingar, rafvirkjar, pípulagningamenn, viðskiptafræðingar, tónlistakennarar. Guð sendir þau sem svara kallinu og nýtir þá hæfileika sem hann hefur gefið. En hvernig? Hvað snýst kristniboð? Kristniboðsstarfið er margþætt. Það snýst að mæta náunganum í kærleika, bæði í orði og í verki. Jesús er fyrirmyndin. Þegar hann gekk á jörðinni, þá læknaði hann fólk og huggaði. Bygging sjúkraskýla, heilsugæslustöðva og spítala hefur alla tíð verið stór þáttur í starfi kristniboðssambandsins í Afríkulöndunum, Keníu og Eþíópíu. Oft hafa kristniboðar byggt upp sjúkraþjónustu þar sem enga læknishjálp hefur verið að fá fyrir fleiri þúsundir manna. Á spítulum og sjúkraskýlum kristniboðsins er bæði líkamlegum og andlegum þörfum fólksins mætt. Margir hafa eignast trú á Jesú og eignast nýtt líf í von eftir að hafa fengið meðferð við meinum sínum. Margt sem þykir sjálfsagt hér á Vesturlöndum getur fólk í Afríku ekki einu sinni látið sig dreyma um. Hér á Íslandi er fylgst vel með uppvexti barna. Þau eru bólusett við hættulegum farsóttum og fylgst er með að þau vaxi og dafni eðlilega. Ef við verðum veik, fáum sýkingu eða í magann, erum við sjaldnast hrædd að deyja því að við höfum samband við næstu heilsugæslu og fáum viðeigandi lyf, sýklalyf eða annað. Í mörgum löndum Afríku er þetta fjarri raunveruleikanum. Eitt af hlutverkum kristniboða er að fara út í sveitirnar og fylgjast með börnunum. Markmiðið er alltaf að gera kristniboðuna óþarfa, svo á endanum taka alltaf heimamenn við. Þarna er kristniboðinn bara bílstjóri á meðan innfæddur hjúkrunarfræðingur sinnir ungbarnaeftirlitinu. Mennt er máttur. Hér á Íslandi er skólaskylda og öll börn hafa aðgang að menntun frá unga aldri. Sú er ekki raunin í Eþíópíu og Keníu, sérstaklega stúlkur erfitt uppdráttar þegar kemur að menntun. Í menningun á þessum slóðum eru konur annars flokks. Þær eru eign karlanna, fyrst feðra sinna og síðan eiginmanna og hlutverk þeirra er fyrst og fremst að vinna á heimilinu, sækja vatn, búa til mat og ala börn. Kona sem ekki getur eignast börn er einskis virði. En þegar karlarnir taka á móti Jesú þá breytist viðhorf þeirra. Þá sjá þeir konurnar sínar og dætur með augum Jesú og skilja að þær eru jafnmikils virði og drengirnir. Kristniboðssambandið hefur tekið þátt í að byggja fjöldamarga skóla í bæði Keníu og Eþíópíu og eru skólarnir orðnir á 4. tug. Þessi skóli í þorpinu Gisma í suðvestur Eþíópíu var byggður af kristniboðssambandinu meðal annars fyrir fé sem starfsmannafélag Stöðvar 2 safnaði og gaf til byggingarinnar í upphafi 10. áratugarins. Yfirvöld hafa nú tekið yfir rekstur skólans sem er þáttur í því að gera starfið sjálfbært. Árið 2014 útskrifaðist fyrsta konan af MI-þjóðflokknum sem býr í þorpinu með háskólapróf. Fleiri stúlkur feta nú í hennar fótspor og eiga þær það langflestar sameiginlegt að eiga kristna feður sem sáu hversu mikilvæg menntunin var fyrir þær. Boðin í orði og verki haldast hönd í hönd. Kristniboðssambandið hefur aðstoðað heimamenn við byggingu kirkna og uppbyggingu fjölda safnaða og heldur áfram að styðja við þessa söfnuði. Kirkjan er ekki byggingar, kirkjan er fólkið og oft er orð Guðs boðað út undir berum himni. Börnin eru ekki alltaf vön því að þeim sé sinnt sérstaklega og því er oft spennandi að koma í sunnudagaskólann
og þau syngja af gleði og miklum krafti. Kirkjubyggingarnar eru fábrotnar margar hverjar, en þær eru fullar af fólki. Og vitnisburðurinn Jesú sem frelsar undan myrkri og ótta hljómar þar hátt og skýrt. Kristniboð snýst vináttu, að mynda tengsl, kynnast fólkinu, menningu þeirra og læra tungumálið. Börn kristniboðanna eru mikilvægur hlekkur þar. Þau eru fljót að aðlagast og fljótar að læra tungumálið heldur en foreldrarnir. Þar sem eru börn, þar sækja börn. Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Kristniboðarnir kynnast mörgum erfiðum og jafnvel hræðilegum siðum meðal fólksins í Afríku sem að í raun ekkert getur stöðvað nema kærleikur Jesú. Börnin 3 á myndinni eru öll fædd í Eþíópíu kringum árið 2007. Þau voru bestu vinir og leikfélagar. Drengurinn lengst til vinstri á myndinni átti ekki að fá að lifa. Hann fæddist í litlu þorpi í fjöllunum fyrir ofan Voitó-dalinn í suðvestur Eþíópíu. Móðir hans var ógift og enginn viðurkenndi að vera faðir hans. Af þessari ástæðu var litið á litla drenginn sem bölvun. Ef hann fengi að lifa, trúði fólki því að eitthvað hræðilegt myndi koma fyrir. Andar forfeðranna myndu refsa þjóðflokknum á skelfilegan hátt, með hungursneyð eða drepsóttum. Það yrði því að kasta honum í ána eða fram af bjargi. En einhver í þorpinu hafði heyrt að niðri í dalnum væri fólk sem gæti bjargað barni eins og honum. Hann var elskaður þrátt fyrir allt, alveg örugglega móður sinni og einhverjum fleirum sem vildu koma í veg fyrir þessa hræðilegu fórn. Það var komið með hann niður úr fjallinu, niður á kristniboðsstöðina. Mennirnir sem komu með hann þorðu varla að snerta hann. Hann var jú bölvaður. Í þorpinu í dalnum var ung fjölskylda sem hræddist ekki lengur hið illa vald andanna. Þau höfðu tekið á móti Jesú og kærleika hans og vissu að hann er sterkari en allt. Unga konan var með yngstu stúlkuna þeirra á brjósti og lagði litla drenginn á hitt. Ungu hjónin gáfu honum nafnið Sed-Ota, sem merkir gjöf. Fyrir þeim var þessi litli drengur gjöf og blessun, en ekki bölvun. Kristniboðsstarfi snýst oftar en ekki að vera skapandi og finna ólíkar leiðir til að ná til fólks. Bíósýning af litlum fartölvuskjá aftan úr landkrúsir er stór atburður. Fólkið fær að sjá söguna Jesú á tungumáli sem það skilur og eru flestir að sjá kvikmynd í fyrsta sinn á ævinni. Íþróttir og kristniboð, er það eitthvað sem á saman? Jú, svo sannarlega. Í upphafi þessarar myndaseríu mátti sjá kristniboða með hóp af drengjum í kringum sig. Kristniboðinn les úr barnabiblíunni og biður með drengjunum áður en haldið út á völl og knattspyrna leikinn fram í myrkur. Sumir drengjana mega ekki fara í kirkjuna en þeir mega fara að spila fótbolta. Einn drengjana spyr hvort hann megi heldur halda áfram að lesa Jesú á meðan hinir spila fótbolta. Hann spyr kristniboðann spjörunum úr. Hann vill fá að vera vinur Jesú sem sigraði hið illa og rekur út myrkrið, en föður hans er ekkert það gefið og því fær hann ekki að koma í kirkjuna á sunnudögum, en á hverjum degi fær hann að koma og heyra Jesú á fótboltavellinum. Komið til mín allir sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld, segir Jesús. Konurnar í Afríku bera þungar byrðar. Þær þurfa áfram að bera byrðar og vinna erfiðisvinnu þótt þær taki á móti Jesú. Það tekur langan tíma fyrir menninguna og hugsunarháttin að breytast í þá átt. En andlegu byrðin er af þeim létt, því að þær eiga von í Jesú. Kristniboð snýst að gera kristniboðana óþarfa, að starfið verði sjálfbært.
Þetta á við alla þætti starfsins, skóla, spítala, þróunarhjálp og kirkjustarf. Að kenna fólkinu að hjálpa sér sjálft, að kenna þeim að nálgast og nota tæki og tól til að auðvelda þeim lífsbjörgina. Á götum stórborga Afríku má sjá börn sem eiga ekkert heimili. Mörg þeirra eru munaðarlaus. Kristniboðssambandið vill mæta þessum börnum og hefur unnið með götubörnum bæði í Nairobi í Keníu og Addis Abeba í Eþíópíu. Kristniboðssambandið er í samstarfi við samtök í Addis Abeba sem kallast My Sisters, en þau vinna með þeim allra fátækustu í borginni og meðal annars mikið í forvörnum meðal þeirra sem eigi hættu á að lenda á götunni. Verkefnið af götu í skóla var sett á fót til þess að styðja við þennan hóp og er hægt að styrkja í gegnum það með mánaðarlegu framlagi. Að fara sem kristniboði til ókunnugs lands getur verið stór áskorun. Að búa þar sem ekki er rafmagn, engin afþreying, langt frá næsta sjúkrahúsi, gjörólík menning og tungumál, fjarri fjölskyldu og vinum. Það er ekki alltaf auðvelt. En það getur líka verið spennandi og er gefandi og skóli fyrir lífið sem lærist hvergi annar staðar. En að fara sem kristniboði þarfnast köllunar frá Guði. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga og allt til enda veraldar. Þetta voru síðustu orð Jesú til lærisveina sinna áður en hann fór til þess að vera á himnum með föður sínum. Þessi orð eru gjarnan kölluð skírnarskipunin eða kristniboðsskipunin. Við treystum því að Guð er með í einu og öllu, bæði þegar vel gengur og líka þegar á móti blæs. Í gegnum öll árin sem kristniboðssambandið hefur starfar, hefur staðið sterkur bænaher að baki kristniboðunum. Þennan bænahör köllum við kristniboðsvini. Þeir biðja fyrir starfinu og þeim sem er á vettvangi. Hlutverk þeirra er ómetanlegt. Einkunnarorð kristniboðssambandsins eru í trú, von og kærleika. Við erum kölluð til að fara í trú og trausti til hans sem sendir okkur, til að gefa von með þeim kærleika sem aðeins Jesús getur gefið með dauða sínum á krossinum og sigrinum sem hann vann í upprisunni.